Í Orðsguðunum 4. kafla 23. versi segir: Varveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru er ráðlegging spekingsins, því að þar eru uppsprettur lífsins. Því eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu, svo er hann. Hjartað verður að endurnýjast að guðlegri náð, því annars mun það verða til einskis að leita eftir hreinleika lífsins. Sá sem freistar þess að byggja upp göfuga og hreina lyndisengun án náðar Krists byggir hús sitt á foksandi. Það mun vissulega hrynja í grimmilegum stormi freistingana. Bæn Davíðs ætti að vera ákall hverrar sálar: skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og gef mér að nýju stöðugan anda. Og eftir að hafa orðið hluttakar hinnar himnesku gjafar, eigum við að ganga fram til fullkomnunar og verða varveitt af krafti Guðs fyrir trúna. Samt höfum við verk að vinna við að standa í gegn freistingunni. Þeir sem vilja ekki verða brögðum Satans að bráð, verða að gæta vel leiðana að sálinni. Þeir verða að forðast að lesa, sjá og heyra það sem leiðir til óhreinna hugsana. Það má ekki leyfa huganum að rása af tilviljun af hverju því efni sem óvinur sálarinnar stingur upp á. Slíkt mun krefjast einlægrar bænar og óþreytandi árverkni. Við verðum að hljóta aðstoð áhrifa heilags anda sem mun hefja hugan upp á við og venja hann við að dvelja við hrein og heilug efni. Og við verðum að rannsaka orð Guðs af kostgefni. Með hverju á ungur maður að halda vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði Drottins. Ég geymi orð þitt í hjarta mínu, segir sálmaskáldið, til þess að ég skuli eigi synga gegn þér. Þú verður að vera dyggur vörður augna þinna og eyrna og allra skilningavita þinna, ef þú ætlar að stjórna huga þínum og hindra það að hégómalegar og spilltar hugsanir setji blett á sál þína. Aðeins kraftur náðarinnar getur framkvæmt þetta mjög æskilega starf. Salómon skrifar oft í Orðsguðunum næstum eins og hann sé að tala við unga mannesku. Hann varar þessa ungu mannesku við hættunni sem fylgir því að hanga með röngum mannfjölda eða vera óagaður í hegðun. Hann hvetur þessa ungu mannesku til að virða Guð og fara eftir góðum guðræknum ráðum. Hann hvetur þessa unga mannesku til að halda fast við þá lífsspeki sem kemur aðeins frá Guði. Skoðum hvað Salómon segir í versunum á undan. Son minn, gef gaum að ræðu minni, hneig eyra þitt að orðum mínum, lát þau eigi víkja frá augum þínum, varveit þau innst í hjarta þínu, því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir alla líkama þeirra. Greinilegt er að Salómon þráir að þessi ungi maður nái því sem hann er að segja. Það er eins og hann sé að reyna að segja honum eitthvað sem mun gera gæfumunin í lífi hans. Og takt eftir því hversu alhliða boðskapur hans til þessa unga manns er. Gef gaum að ræðu minni, segir hann, því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Það sem hann ætlar að segja þessum unga manni skiptir sköpum. Allt líf hans verður fyrir áhrifum af því. Fyrir gyðing var maginn tákgrænt aðsetur tilfinningana, en hjarta var talið aðsetur viljans og hugsanalífsins. Það var hjarta sem var miðpunktur og persónuleika karls og konu. Það var stundum notað sem tákn fyrir alla innri andlegu hlið manneskunnar. Það var samsíða því sem við hugsum þegar við tölum hugan, en það innihélt miklu meira en bara hugsanir og gáfur. Til dæmis þegar Guð sendi plágurnar yfir Egyptaland var það hjarta Faraós sem var forhert, sem þýðir vilji hans. Og þegar Absalom, sonur Davíðs konungs, vildi snúa hollustu þjóðarinnar frá Davíð til sín, segir Biblían að hann hafi stolið hjörtum Ísraelsmanna, sem merkir hollustu þeirra,
Þegar Guð sendi flóðið yfir mannkynið, segir Biblían okkur, vegna þess að hann sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en illska alla daga, sem þýðir siðferðislegt hugafar þeirra. Ef við myndum varveita hjörtu okkar af fullri kostgæfni, værum við ekki kærulaus, til dæmis það sem berst inn í hjörtu okkar í gegnum augun. Við myndum ritskoða okkar eigið áhorf af meiri kostgæfni og við værum jafnvel til í að losa okkur við það sem hefur neikvæð áhrif á okkur. Við myndum losa okkur við allt það sem leiður okkur til syndar. Við myndum ekki aðeins gæta þess sem gæti komið inn, heldur líka það sem gæti komið út. Við myndum halda okkar eigin viðhorfum í skefjum, svo að orðin sem koma út úr munni okkar endurspegli ekki illsku í hjarta okkar. Við verðum eins og Davíð þegar hann bað, set þú Drottinn vörð fyrir munn minn, gæslu fyrir dyr vara minna. Við myndum fara vandlega yfir gildi okkar og forgangsröðun. Við myndum nota og njóta auðæfa ef Guð gefur okkur þau, en vertu reiðubúin að láta þau af hendi ef Guð kallar okkur til þess. Við myndum varast að setja ástúð okkar á efnislega hluti, en þess í stað á þá hluti sem Guð metur. Við myndum gæta okkar gegn beiskju, gremju, öfund eða hatri í garð annara. Við myndum gæta okkar gegn stolti. Við myndum gæta okkar gegn litlum, leynilegum syndum. Við myndum vaka yfir okkar dýrmæta hjarta og vernda það fyrir öllum þessum eiturefnum með sömu kostgæfni og hermaður gætir hliðsins að virkinu.